Hæ, góðan og blessaðan föstudaginn. Já, djöðl ég ána með þið, Palli. Hinni voru allir hinum yfir borðið og hengu hérna yfir kertunum. Nei, ég fáður í miðinni. Já, þú eru okkur, það kemur bara með þér. Það er langt skemmtilegast. Nei, ég ætla að hanga á borðinum. Elsku bestur, gaman að sjá ykkur og gaman að sjá þig og að því þetta heitir Trúnó, þá bara hvað er að frétta? Heyrðu, vitið þið hvernig við þekkjumst? Við erum sko búin að vera samferðið gegnum lífi, við erum aðdáendur hvors annars sko. Heyrðu, ég man eftir honum frá því hann er 9 ára, heima hjá Jóni Ragnar í frænda mínum, þar sem hann var náttúrulega svona barn sem ég hafði aldrei séð svona dreng áður. Hann var bara engar útlínur í kringum hann, heldur bara hreint töfrabarn. Og þó að ég sé 2 árum eldri, var 11 ára þá sá ég það strax þá. Þessa einstöku orku sem hann Palli á og guð mig góður, þú nú heldur betur látið að umbreyta henni yfir í eitthvað fullorðins. Að samaskapi, ég elska orkuna í henni Dóru, she cracked me up. Hún var með einhverja sketsa í stundinu okkar með vinkonum sínum. Seinna þá vorum við saman í skóla, við vorum í MH saman. Ég varð alvöru fan þegar hún rakaði af sér hárið. Já, það var umbreyting. Já, engin smá. Það var bara, ég gat ekki satt inn á Hressó, ég bara gat ekki sleppt því að við sátum þarna nokkuð saman inn á Hressó og einhver svona eitthvað raka hárið og það var rakarastofu hliðin á Hressó og ég stóð upp, labbaði út og sagði, raka mér hárið. Ég gat ekki sleppt þetta, var svo gott tækifæri. Þetta var svo ógeðslega stórt, cool moment í lífi okkar allra. En pabbi fékk taugaáfall þegar ég kom heim kvöldið, sko. Því að hann er önnur kynslóð fyrir honum, þá var þetta bara náttúrulega manneskja með raka af sér hárið, þú veist, hann með hollenska rætur, stríð og svona, og ég bara, þú veist, ég vissi ekki hvað ég var að gera honum, en þú veist, þannig að umbreyting getur haft áhrif niður kynslóðirnar eða upp kynslóðirnar, þú veist, maður veit ekki alveg. Þú hafði brjáluð áhrif á mig líka, Já. því svo fylgdist ég með Risaeðlunni, hljómsveitinni sem hún var í, bæði þegar þið voruð að spila í MH, en svo átti ég svona frelsunar gig með ykkur á Hressó. Það gig var til þess að ég ákvað, ok, nú veit ég hvað ég á að gera það sem eftir er ævinar. Já. Það var bara alveg þannig. Æ, takk, eskan. Þetta var þannig moment. Við höfum aldrei átt þetta Trúnó áður, sko, bara þannig að það sé á hreinu. Hérna, takk, eskan, en Palli guð mig góður hvað þú ert búin að gefa okkur öllum mikið með öllu því umbreytingaferli sem þú ert búin að fara í gegnum og vera svona hugrakkur að sýna okkur þig. Þú veist, bara öll hinsegin baráttan og allt þetta er náttúrulega bara algjörlega geggjað, sko. Sko, það þýðir ekkert annað og nú erum við líka bæði starfandi listamenn og höfum gert það ævistarf okkar og við þurfum bæði stöðugt að stilla sjálfum okkur upp í vegg og ég fæ svaka kikk út úr því að takast á við einhver verkefni sem ég veit ekki alveg hvort ég nái að púlla. Ég fíla það. Heyrðu, við hefum 20 sekúndur eftir og ég ætla að segja við gætum náttúrulega verið þetta alveg 4 korter, sko. En hérna, ég ætla að segja frá umbreytingu sem ég ætla að gera í lífi mínu. Þannig er að fyrir 10 árum síðan kom ég úr heimsreisu með fjölskyldunni. Við byggum í stóru húsi. Þegar við komum úr heimsreisunni áttuðu okkur á því við þurftum ekki að búa í svona stóru húsi. Sem áttum eftir að gera, sko, áttum 10 ár eftir að umbreyta. Fluttum á hæð og fyrsta húsfundi, talandi um húsfundi, þá var ákveðið að byggja gróðurhús í garðinum. Nú 10 árum seinna horfi ég á þetta gróðurhús og ég hef aldrei gert neitt í því. Þannig að mín áskorun, og þetta er mitt Trúnó við ykkur, ef þið leiðum Vesturbæinn og sjáu konu sem ætlar ekki annað en að gróðursetja í lítinn grænan kassa einhverju, þá er þetta mitt áramótaheit. Ekki of mikið. Ég ætla að gera eitthvað í gróður. Þetta verður mín umbreyting á næsta leiti. Þetta er það sem ég hef lofað sjálfur mér að breyta. En fallega sagt. Já, þetta er Trúnó, sko. Já. Eitthvað sem þú ert búin að ákveða að... Sko, ekkert annað en það að ég er stöðugt að gangi gegnum einhverjar umbreytingar, sko, stöðugt, bæði í líf og starfi og það er bara eitt sem ég get lofað þér, bæði í líf og starfi. Við höfum öll ákveðið frelsi til þess að haga lífi okkar eins og við viljum. Við höfum öll einhverjar gjafir, sko, ég trúi því, allir eru fæddir með einhverja gjöf, við erum öll ógeðslega klári í einhverju. En hvað við gerum síðan við þessa gjöf er algjörlega undir okkur komið. Nú erum við bæði með gjafir sem við auðséð höfðum alveg frá barnæsku og við erum bæði búin að hlúa að þessum gjöfum og rækta þær. Við erum alltaf að. Það er engin útskrift, við erum ennþá að læra og guðislof, við erum ennþá forvitin. Og ég í alvöru hélt að hinir í húsinu myndu gera eitthvað í gróðurhúsinu, sko.
En sem sagt, það þetta moment í lífun þegar þú áttar á, ef þú átt gróðurhús, þá verður að stíga inn í það sjálfur. Já. Og gera vinnuna. Og það nefnilega málið. Það er stöðugt verið að tala það að við þurfum að berjast ykkur frelsi, en málið við erum nú þegar frjáls, við höfum bara bönns af frelsi til þess að annarkvort rústa lífi okkar eða byggja það upp. Við þurfum ekkert að berjast fyrir þessu frelsi. Við höfum það nú þegar. Við ráðum því hvort við förum í gróðurhúsið eða ekki. Amen. Yes. Takk fyrir.